Hér í Sovjetveldinu eru yfir 180 þjóðir. Margar af þessum þjóðum gáfust undir eins 1917-18 þegar bolsjevíkar óðu með lið sitt yfir landið og brenndu og eyðilögðu allt sem hafði verðmæti. En hér suður í Kákasus, hér voru stoltar þjóðir, kósakaþjóðflokkar og svo framvegis sem ekki vildu beygja sig undir rauðu svipuna. Þangað til í 1937 hafa þjóðflokkar hér barist með árangri gegn bolsjevíkum. En þá voru þeir rauðarnir svo sterkir að þessi menn urðu að beygja sig. En hatrið á móti bolsjevíkunum ennþá í þessu fólki. Hér í Kákasusfjöllunum í löngum kaupstað og 20 til 30.000 íbúar sem lítur út eins og stórt torg. Eintómir smá kofar sem liggja 7 kilometra meðfram veginum. Er ég nú í litlu húsi sem tilheyrir tveimur kósakum. Þeir hafa myndir á veggjunum, það eru gamla myndir, það eru gulnar dálítið, en það eru tígulegi menn sem eru á þessum myndum. Þeir eru með háar, svartar, kósakahúfur, með sverð við hlið sér og báðum megin við brjóstið eru patrónu Gjarðir. Sérstaklega einn af þessum mönnum á einni myndinni, neðst til vinstri, mjög svo tígulegur. Við hliðina á mér standa tveir rússar. Þeir eru líka kósakar, en í samanburð við myndirnar það hræðileg sjón að sjá þessa menn. Sá eldri, faðirinn, gamall, hálftannlaus, hálfsköllóttur, innfallinn og eins og skuggi af sjálfum sér. Því að þessi maður einmitt sá tígulegi flotti kósaki sem við sáum myndinni. Það hörmulegt að sjá hvernig Sovjetveldið hefur farið með þetta fólk. Þó ég kunni nú ekki rússnesku, þó að menn heima skilja ekki rússnesku, þá vil ég gjarnan núna tala við þessa menn sjálfur og láta þá sjálfa segja frá hvað komið hefur fyrir þá. Þetta aðeins ein örlög af milljónum, en ég vil gjarnan að menn heima á Íslandi fá að heyra beint hvernig farið hefur fyrir með þessa menn. Как вас зовут? Как вас зовут? Нет, микрофон. Нет. Дикторант. Как вас зовут? Громко. Как фамилия? Emil Jánović. Abarkov. Abarkov. Það faðurinn sem ég tala nú við, sonurinn stendur við hliðina á hann. Var fagimaður, var kosak in der zaristischen Armee. Ты был казаком царской армии, да? War das Donnerkosaken, Kuban-Kosaken oder? Что за казаки вы были? Донские казаки, кубанские казаки? Kuban-Kosaken. Kuban-Kosak, ja. Ich habe gehört, dass er verið í Sibirien. Ich habe gehört, sei in Sibirien gewesen. Jawohl, einen Moment. Ты в Сибири был, да? Это когда в Сибири. Да. В каком году ты попал? 31. 31. На сколько лет посадили? Сажали на 5 лет. Ja, 1931 wurde er verschickt auf 5 Jahre nach Sibirien, nach Novosibirsk. 1931 var hann tekinn og sendur til Sibíríu í 5 ára hegningu. Hvers vegna? Varum? Hvorfor? Почему? Судили? Да. Раскулачили. Потому что кулак было или что? 4 лошади было и 4 коровы. И раскулачили. 2 дома забрали. Анбары так сарай забрали. Семейство. Меня осудили на 5 лет, отправили, а семейство выгнали домой и подобрали все. Вот я там отбыл 2 года, пришел, куда деваться, там жить нельзя. Ну, обратно мне не было, хотел уезжать сюда, меня обратно забрали, еще 10 дали. Ja, wir haben ja nicht viel Zeit, da möchte ich etwas kurz fassen. Осудили. Теперь на 10 лет осудили, отправили меня там, я год.
пробыл там. И пустили меня. Já, það svona með þessa menn, þegar þið fá tækifæri til þess að tala, þá tala þeir mikið, þeir hafa mikið að segja. Was hat gesagt? Also 1931 wurde er verschickt nach Sibirien, da hat er 2 Jahre abgesessen, da wurde er krank und da kam er wieder nach Hause. Gleich wurde er hier wieder geschnappt und da hat man ihm wieder 10 Jahre gegeben. 10 Jahre? 10 Jahre wieder, ja. Já, hann var fyrst sendur 2 ár til Sibíríu og þá veiktist hann og síðan var hann sendur aftur fyrir 10 ár. Aber warum? Und zwar, weil er Großbauer war, Kulake sozusagen. Aha, hann var stórbóndi, óðalsbóndi, svo kallaði Kulak. Var das der einzige Grund? Var það einasta ástæða? Jawohl, nur aus dem Grunde, weil er... Það var það einasta sem þessi maður hafði brotið af sér, að vera stórbóndi, að eiga dálítið sjálfur sem hann gat haldið fyrir sig sjálfum og sem að bolsjevíkar ekki gátu náð undir sig á þess að eyðileggja líf þessa manns. Nun wollen wir uns mit dem Sohn etwas unterhalten. Wir wollen tala dálítið við soninn. Sag ihm mal, ist bolsjewistischer Soldat gewesen? War ein bolsjewiker Herrmaður? Значит, в Красной армии тоже был, да? Расскажи, когда тебя забрали, короткую. Меня, значит, забрали в 41 году, в сентябре месяце. Сперва меня забрали, значит, в рабочий батальон. Так как нас кулаков сбили. Also der wurde 1941 kam er zur Roten Armee, wurde er eingezogen, aber da er unzuverlässiger Bursche war, ja vielmehr, weil sein Vater Kulake war, wurde er in ein Baubataillon gesteckt. Aha, og hann var innkallaður í Rauða herinn, en af því að faður hans hafði verið óðalsbóndi, flestum árum ekki, og hann var settur í byggingarherdeild. Und ich habe auch gehört, dass sein Bruder irgendwie verschwunden ist. Irgendein der Bruder hans wäre horfinn. Значит, мой старший брат куда делся? Старший брат в 1932 году забрали на 10 лет. До сих пор неизвестно, где он есть. Не слыхали, где он есть. Also 1932 wurde sein Bruder verschleppt und hat 10 Jahre Zwangsarbeit bekommen in Sibirien. Já, bróðir hans hefur líka verið tekinn og sendur til Sibíríu í hegningarvinnu, 10 ára hegningarvinnu. Und von ihm hat wohl nichts mehr gehört. Seitdem hat von ihm gar nichts mehr gehört. Nei, hann hefur ekki heyrt frá honum og þeir munu sennilega aldrei aftur heyra frá þeim. Þetta var stutt samtal við 2 Rússa, en það eru milljónir hér í þessu landi sem hafa verið fyrir sömu, já jafnvel verri, harðari örlögum. Þannig hefur frelsun heimsins hafa bolsjevíkar sem að álitu sig hafa það hlutverk að bjarga allri Evrópu, að frelsa allan heiminn, farið með sína eiginmenn sem vildi ekki beygja sig undir þetta hlægilega minni hluta sem situr í Moskva og stjórnar þessu góða, frjósama landi sem nú ennþá lifir í fátækt og eind. En þeir vita það, Rússar hér í Kákasus, og finna það að nú tíminn kominn. Nú verða þeir frelsaðir undan þessu rauða oki og maður sér á fólkinu enn þeir koma í trúnaði til þýsku hermannina, segja þeim áhyggjur sínar og treysta því að nú komi betri tímar.